Góðan daginn, þetta Salvör og í þessari leksíu þá ætla ég að kynna fyrir þér forritið og netþjónustuna eða vefþjónustuna Instagram sem þannig að við erum með, oftast þetta nota á símum sem eru tengdir við internetið og með góðri myndavél og við tökum bara hlöðum niður í síman litlu smá forriti eða appi sem Instagram appið og fylgir líka með sumum símum og þá getum við bara tekið beint mynd og breytt myndinni og sendt myndina svo beint út á internetið og inn á sérstakt svæði sem að við búum okkur til sem notanda á vefþjónustunni Instagram og þar getum við sett myndirnar bara með nokkru smellum, breytum við myndunum og það koma beint á þetta svæði á vefnum. Og það verður svona eins og myndastraumur, þannig að myndirnar koma eins og nokkuð svona myndablogg, nýjustu myndirnar efst. Og við getum skoðað svona eina í einu ef að við erum með síma eða ef við verum að skoða á vefnum sem við getum að skoða Instagram myndabloggin okkar á vefnum og ég setti þarna einn slóð af einu svona Instagram bloggi sem að eða notenda reikningi sem ég setti upp á Instagram og svo setti ég þarna líka slóð fyrir það sem að ég hef tekið saman leiðbeiningar með Instagram svona aðeins til þess að lýsa því hvað Instagram og ég hérna með hér eru þessar leiðbeiningar sem ég tók saman Instagram, ég ætla aðeins að fara í byrjun á þær, þar eru þarna á þessari vefsíðu sem ég gaf upp á og Instagram sem sagt forrit sem vefþjónusta og líka smáforrit og það minnir svolítið mikið, þetta eru svo millistig á milli Twitter sem örblogg og svo mynda umsýslukerfis eins og minnsta umsýslukerfið Flickr og gáðum hvernig segja ef að Twitter og Flickr ættu barn saman þá myndi barnið að vera Instagram og Instagram eru svona myndir og myndastraumur eins og Flickr en það líka með þessa merkingu sem að Twitter þekkst fyrir og það svona tvíkross eða hashtag og síðan getur notandinn búið til merkingar og til dæmis getum við sett merkinguna barn og þá myndum við geta flett upp allum myndum á Instagram sem hefði verið merktar með þessu merki og þannig getu hópar sammælst að nota alltaf sams konar tvíkross eða hashtag á myndir. Og ég hérna með líka svolítið Instagram og gagnrýni sem Instagram hefur fengið í gegnum tíðina. Það ákaflega vinsælt kerfi og það eru yfir 100.000 virkir notendur og það hægt að tengja við margar annars konar vefþjónustur en það hefur líka ekki farið varhluta á svona gagnrýni því að það fólk svona ekkert alveg sátt við notandaskilmálana öllu leyti hjá Instagram og þetta eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Og nú ætla ég að fara í gegnum dæmi. Já, ég ætla að fara í gegnum eitt dæmi hvernig maður skráir sig sem notanda á Instagram og þar sem að ég með myndavél, ég gera þetta á myndavélinni eða spjaldtölvunni. Ég get ekki verið á borðtölvu og skrá með Instagram. Ég verð að hlaða niður þessu appi á annarkur síma minn eða spjaldtölvu eða eitthvað annað snjalltæki og þá myndi umhverfið líta, þetta svona iPad umhverfið eða iPhone umhverfið, það myndi líta svona út og þá get ég tekið myndina og sendi myndina beint inn á
inn á Instagram á nokkuð svona eins og ég sé að setja með myndablogg með pínlítlum texta og þessi texti getur verið til dæmis ýmiss konar merkingar. Og síðan ég með það semst mynda svona eins og myndablogg hjá mér þar sem að myndirnar mínar safna saman og hérna ég að taka sem dæmi með notanda sem heitir Helga Jónsdóttir og hefur notendanafnið Helga Jónsdóttir 2 og ég ætla að fara í gegnum hvernig við búum það til, þennan notenda til, núna á. Já, hérna hef ég skráð, maður fer, semst leið og maður búin að hlaða inn í þessu appi, þá fer maður í registir, það er náttúrulega bara að gera það einu sinni og það er alltaf svolítið svona mál að skrá sig inn á svona verkfæri en svo þegar það er búið þá er þetta leikur einn að halda áfram að bæta í myndum. Og þegar ég skrá mynd þá þarf ég að gefa upp notendanafnið og það má bara vera einn sem er með sama notendanafn ef að til dæmis þetta væri notandi sem heiti Helga Jónsdóttir og það væri annar búinn að taka þetta notendanafn þá verður maður að breyta og hérna hef ég valið að setja Helga Jónsdóttir 2, síðan gef ég upp eitthvað lykilorð eða password. Síðan geti tengt þetta við Facebook-reikningi minn og ég verð að gefa upp tölvupóstin vegna þess að ég þarf að staðfesta í tölvupósti þetta notendanafn. Nú síðan ef ég hef valið að tengja þetta við Facebook þá þarf ég að finna vini mín á Facebook. Get ég semst ákveðið að finna og þegar svo er ég spurnaði hvort þetta sé rétt og nú væri ég búin að skrá mig inn sem ég hef ekki ákveðið að finna vini. Já, og þá get ég byrjað að taka myndir og hérna er umhverfið eins og það er á tölvunni hjá mér. Það sem að ég hef smellt á takka sem er í miðjunni sem er myndavélin og ég get ákveðið hvort að þegar ég er að taka myndir þá get ég haft svona grít á eða ekki. Það eru svona markalínur þannig að það er gott að taka myndina þannig að það sem er merkilegt á myndinni það sé svona innan þessara hnútpunkta hérna á milli þessara 3 lína. Það er svona og ég gæti líka tekið upp stutt vídeó og segjum að ég sé að taka hérna upp þessa mynd og ég hafði hérna tekið hana á myndavélina mína eða spjaldtölvu og þegar ég er búin að taka myndina og hafði smellt á next eða smellt á myndavél á táknið þá er ég komin inn í svona umsýslu, það sem myndir, það sem ég get aðeins breytt myndanum og sett svona blæbrigði á myndina og ég get lagað hana, snúið henni með þessu verkfæri hérna, síðan er svona rammi, þar get ég ákveðið, það eru svona þeir eru svona mismunandi eftir hvaða blæbrigði maður hefur valið hérna eða effekta hérna fyrir neðan, síðan þessi dropi, hann er þannig að maður getur smellt einhvers staðar í myndina og þá verður þann partur skýr af því sem af myndinni en svona það verður óskýrara þannig að ég set bara einhvern svona smá part í fókus af myndinni og síðan er það svona meiri kontrastar hérna eða skarpari birta lýsing og ef ég smelli á next nú ég fór vitlaus átt og hér er dæmi að ég hef valið eitthvað af þessum blæbrigðum og ásamt einhverjum ramma hérna og ef ég smelli þá á next já, ef ég smelli þá á next þá fæ ég svona reyti sem ég þarf að fylla út í og þar get ég sett texta með myndinni sem ég get alveg sleppt í að setja texta en það svona maður svona sér fyrst virkni
þessa forrits og vefþjónustu ef að maður notfærir sér að merkja myndina á ýmsan hátt og við ráðum hvaða merkingar á myndum því að þessar merkingar eru svona tvíkvaðs fyrir framan og síðan einhver orð sem að notandi velur bara sjálfur. Það eru þær sem að gera svona mögulega svona samræðu og flokkanir á myndun og svona ýmsar svona skemmtilega möguleika hjá okkur til að nota Instagram í námakennslu byggja einmitt á því að við notum þessa tvíkrossa eða hashtag. Og ég ætla að hafa þetta svona mjög einfalt þetta fyrsta, þannig að ég tók þetta mynd af tuskudýri og sem hafa mús og ég merki þetta með tvíkross og svo merki ég mús og síðan seti ég tvíkross og tuskudýr og svo, síðan seti ég tvíkross og svo hef ég nú bara textan tvíkross bara, og síðan tvíkross og svo bara að prúfa. Ég bara að prúfa hvernig þetta virkar og ég get hakað hérna við að ég vilja láta senda þetta beint á Facebook og ef ég ætla að senda þetta á Facebook þá get ég valið að hafa alltaf í hver skipti sem ég posta á Instagram þá postist þetta á Facebook og þá fæ ég líka val það að Facebook vini mína hvort ég vilji fylgja þeim, hvort að hafa þá einhvers konar tengsla lista hjá mér. Einhverjir geta fylgt mér og ég get fylgt þeim, það þarf ekki að vera gagnkvæmt samband, en það getur verið svona þegar maður skráir sig inn, þá getur verið sniðugt að smetla á alla sem eru nánir vinir manns eða fjölskylda sem maður vill fylgjast með myndastraum hjá. Og þegar það er búið þá smelti ég nú bara á next eða sendi myndina og þá lítur þetta svona út á vefnum. Ef ég er nettengt þá sem ég verða að gera til að geta sendt þetta beint á netið þá lítur myndastraumurinn minn svona út í símanum hjá mér og ég get líka smellt hér á þannig sem það eru neðst á skjánum þá eru svona 5 möguleikar og í horninu hægra megin ef ég smelli þar þá fæ ég svona lista yfir alla myndirnar en hér er dæmi hvernig þetta lítur út og ef ég smelli svo á þetta þið sjáðu að þetta er orðið af tenglum ef ég smelli hérna á mús þá fyrir ég alla á Instagram sem hafa merkt sett tengið mús og svo framvegis. Og hér er dæmi alla sem hafa, smelti hérna á orðið tvíkross og þá sé ég að það eru 2, mín mynd og ein önnur, reynda mynd sem ég hafði sett inn áður, hafa verið merkt með þessu hashtag tvíkross. Og ég tek annað dæmi, ég fór nú aðeins, segjum að ég taki líka aðra mynd, svona sem sýna ykkur annað dæmi og ég tók líka bara mynd af tuskudýri sem er svona hestur og górilla og þá get ég merkt þá mynd til dæmis svona, tuskudýr, hestur, górilla á íslensku, górilla á ensku og síðan bara það sem mér dettur í hug og síðan get ég líka sett texta á myndina en það getur að áðan þá skrifaði ég bara að prúfa en svo gleymdi ég einu A í þessu og þá er það ekki sama hashtag, það verður að vera nákvæmlega eins skrifað og svona lítur þetta út þá þegar ég komin á vefinn á myndastraumurinn minn hérna og ef ég smetla á tvíkross núna þá sé ég að núna er komna 3 myndir sem að vera merktar með þessu hashtag tvíkross og ef ég smetli svo á tengilinn þarna sem er orðin tengill undir myndinni en það myndin af hestinum og górillinu ég smelti á górilla að þá sé ég að þá eru 2 myndir sem hafa verið merktar górilla
Og ef ég hins vegar, ég hafði líka hashtag Górilla sem skrifað á enska máta og viti menn að það eru yfir 198.000 sem hafa verið skráðir með þessu hashtag ná Górilla upp á ensku. Þannig að við erum með því að nota íslensk hashtag eða tvíkrossa og síðan einhver íslensk orð, þá getum við miklu, þá drukknar ekki okkar innlegg í einhverju öðru. En það er nú samt þannig að það eru margir á Íslandi farnir að nota Instagram og til dæmis sé ég að merkingin hestur, að það akkurat að ég geri núna, þá eru 620 sem hafa merkt myndirna sína hestur. Og ef við líta á þetta hérna, þetta eru semst myndir ofta hestum, en þá sjáum við að það mynda vídeóvel hérna sumstaðar. Og það eru þá lítil svona vídeóklipp sem að fólk hefur sett inn, því að það er bara núna í sumar 2013, það var mögulegt að setja líka inn vídeó með Instagram. Og hér er ég að setja, taka sem dæmi að það er ekki þannig að við getum tekið bara mynd, en við getum líka leitað, smellt á myndavélatáknið og farið inn í fótógallerí hjá okkur og sótt myndi sem á tölvunni hjá okkur. Þannig að við þurfum ekki að senda myndirna bara beint, taka þeir og senda, heldur getum við notað Instagram til að senda myndi sem við eigum og það getur líka verið teikningar eða eitthvað sem við hefum gert á tölvuna, skjámyndir af einhverjum. Og hérna er dæmi það að ég er að taka mynd, semst ekki beint úr kamera heldur úr fótógallerí. Og ég geri það alveg á sama hátt, setja einhver svona blæbrigð á hana ef mér sýnist þess þurfa og síðan merki ég myndina að setja einhver text á hana. Það er ekki nauðsynlegt að gera það, en þá fyrst sér maður virknina í Instagram ef maður gerir þetta. Og síðan getur maður tengt þetta við ýmislegt annað. Aðalega kannski gerum við Facebook, en við gætum tengt þetta við annað bloggkerfi sem heitir Tumblr eða Twitter. Og við gætum líka svona látið staðsetning á myndinni ef hún hefur verið tekin með svona staðsetningamöguleika, hvar hún er tekin, og við gætum líka merkt fólk á myndinni svona svipað eins og við gerum á Facebook. Það er líka hægt að hafa umræðumyndir svona svipað eins og félagsnet eins og þið þekkið til dæmis í Facebook, og notandi getur líka, ef að einhver skoða myndirna hjá okkur og finnst vanta einhverja merkingar, þá getur hann bætt við í umræðum með myndina ykkar svona hashtag eða frekari flokkun. Þannig að við getum líka breytt og bætt sjálf við okkar flokkun. Og ég setti þarna þessa þriðju myndin og þá sé ég að það eru 2 sem eru búin að pósta hérna undir, ég notaði hashtag gamli tíminn. Ég hafði póstað þessa mynd og svo hafði einhver annar póstað svona svipaðri mynd eða svona af einhverju gömlu. Og eins vegar setti ég hashtagið Svíþjóð og þar hefðu yfir 200 manns póstað með þessu merkingu. Og núna er þetta orðið svona hjá mér, þessi notandi, svona pröfunotandi sem ég var að búa til þess að sýna ykkur dæmi hvernig virkni væri á Instagram. Og það er, semst, ég hef valið hérna að þetta merki hérna til þess að sjá alla myndirnar. Ég get líka alveg séð svona eina mynd. Og nú eru konar 3 myndir hjá mér. Og hér er dæmi sem ég er að sýna af hvernig myndirnar kom inn, að því ég valdi þannig að senda þessar 3 myndir inn á Facebook, þannig að þær koma inn á Facebook leið. Og það eru líka þessi hashtag virka á Facebook svo framalega sem að Facebook með einhverju upplýsingar það.
Og síðan svona dæmi hérna sem ég byrjaði á að mynda straumnum og ég ætla aðeins að enda á að sýna ykkur þetta virknina farin á vefinn.